Til hamingju með þetta, þið eruð fulltrúar fyrirtækja ársins, 4 fyrirtæki reyndar, þau voru 5 sem unnu, en við látum það nægja að tala við ykkur 4 og bara gaman að gera það. Skiptir þetta miklu máli, til dæmis fyrir þitt fyrirtæki? Þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Það er gaman að fá þessa staðfestingu, við vitum að það er gaman á vinnustaðnum og okkur líður vel, en það er ekstra skemmtilegt að aðri viti það líka. Já, það skiptir miklu máli og með þess að við settum okkur þá stefnu fyrir nokkrum ára síðan að vera hér og taka á móti þessum verðlaunum. Við erum aðeins á undanáætlun. Við vorum fyrir 3 árum síðan eða 4 árum síðan í 124. sæti með smærri fyrirtækja og nú erum við meðalstór og í efstu 5 sætunum, það er stórkostlegt. Já, það er alveg nokkuð skemmtileg framför, hvað segir þið? Jú, algjörlega sammála. Þetta er alveg frábært. Góð hvatning bara fyrir starfsmenn til þess að halda áfram, bara að gera enn betur. Já, algjörlega. Þetta er bara, ég hef alltaf sagt að það er lífstíl að vinna hjá maður smátt og þetta er staðfesting á því. Frábært. Erum við komið 5. fulltrúan hérna til okkar? Já. Já, þið voru að fagna part. Já. Það er fulltrúi Iceland Pro Travel. Hvernig leggst þetta í þig? Skiptir þetta máli fyrir fyrirtækið þitt? Að sjálfsögðu skiptir þetta máli. Það er alveg frábært að fá þessa viðurkenningu og já. Er þetta eitthvað sem þið áttu von á í raun og veru? Er þetta að spyrja ykkur að því? Áttu þið von á þessu? Já, við höfum alltaf verið í mörg ár, 4-5 ár í svona topp 10. Fyrra voru við í öðru sæti sem var alveg frábært og þannig að maður svona reynar að gera betur og þannig að við erum bara gríðarlega sátt við þetta í topp 5. Já, við svo sem erum að taka fyrsta skipti þátt svona allir starfsmennir, ekki bara þeir sem eru í VR. Þannig að þetta er bara mjög skemmtilegt fyrir okkur og við áttum alveg svona ásett þannig, þetta er svo flottu vinnustæðar, þannig að bara góður andi þarna. Þið eru öll búið ánægð með vinnustæðin ykkar og getið náttúrulega auðvitað verið það. Er hægt að nýta þetta? Þið eru áttu jafnvel vonaði að þetta færi svona, þið vitið að þetta er góð vinnustæður, en er hægt að nýta þetta eitthvað frekar? Já, það er hægt að nýta þetta skiptir máli. Við unnum í fyrra, við erum í fyrsta sæti í fyrra og við gátum nýtt þetta heilmikið. Það er alveg klárt að fólk vill vinna hjá fyrirtæki sem er góður vinnustæður og fólk vill líka versla við fyrirtæki sem er góður vinnustæður því að ánægðir starfsmenn þeir yfirleitt skapa ánægða viðskiptavinni. Þannig að þetta er klárlega mjög verðmætt fyrir fyrirtæki. Já, ég er sammála því. Við nýtum þetta í okkar markaðsefni og við sjáum það í viðtölum við nýtt starfsfólk til dæmis að það hefur skoðað listan og athugað hvar við erum á listanum og það hefur í sumum tilfelli jafnvel ráðið úrslitum að menn hafa komið til okkar. Þannig að þetta getur skipt máli í því samhengi líka? Þetta getur líka skipt máli í því að fólk veit að þetta er ákveðin gæðastimpill, að það er verið að vinna gott starf hjá fyrirtækjunum. Það er þannig, en hvernig býr maður til svona fyrirtæki þar sem að einkunnir eru svo góðar meðal starfsmanna? Já, viltu svara? Þetta er stór spurning. Þetta er spursmál um lífstílinn. Nei, þetta er náttúrulega bara að hlúa að þessu og passa upp á fólkið. Við erum með í okkar fyrirtæki, það er nánast engin starfsmannavelta. Þetta er bara eins og risaðalur, fólki hættir ekki eins og þannig að eitthvað erum við að gera rétt, þannig að það þarf að vissulega bara passa upp á allt sé í lagi, laun og aðstaða og sveigjanleiki og þá kemur þetta hægt og rólega. Þetta er langklaup. Ég er algjörlega sammála því að það þarf að hlúa að starfsfólki og passa upp á að allt sé þannig að fólki líður vel. Það skiptir öllu máli að starfsfólki líður vel í vinnu. Það er ekki líka svolítið að hlusta vel eftir því hvað starfsfólki vill og segir og taka mið af því? Ekki spurning, bara vera vakandi og bara hver starfsmaður er jafn mikilvægur og sá hliðina á, þannig að öll heildin sé bara keðja sem bara virkar. Hópurinn sem var hérna undan ykkur, ég spurði hvort að þau ætlaði að fagna eitthvað í kvöld, sumir voru að fara á eitthvað leik í Valsheimilinu, aðrir í leikhús, en aðrir á barinn, hvað ætlið þið ekki? Heyrðu, við ætlum það er ein farin út í búð að kaupa freyðivin, en það verður með morgunkaffin í fyrramáli því við höfum ekki tíma í kvöld. Já, en þá verður líka tekið á því. Það er svipið okkur, við erum alltaf með föstudagsfræðslu fyrir alla starfsmenn og ég er einmitt með kynningu í fyrramáli um markaðsmál, þannig að ég verð að dunda mig við það í kvöld og við munum fagna þessu þá alveg pottþétt og við erum líka í stjórnendateyminu hjá kortaþjónustunni, við höfum þetta sem bara eitt af okkar markmiðum að skora hátt í þessari könnun og það gerir maður ekki nema að hlúa vel að starfsfólkinu eins og við töluðum áðan, byggja gott starfsumhverfi og við erum í þeirri skrýtnu aðstöðu að þetta er síðasta árið sem við verðum í þessu flokki þegar við erum að hoppa yfir í flokkin fyrir ofan því að starfsmannafjöldin hefur tvöfaldast á árinu
Þannig að við verðum í flokki 50 og yfir á næsta ári sko. Og þannig að mér finnst það ótrúlegt afrek að hafa haldið okkur í topp 10 listanum og hvað þá topp 5 listanum á þessu ári með að það að við erum með helmingi fleiri í ár heldur vorum við fyrra. Já, það er gaman að heyra þetta. Hvað ætlið þið að gera til þess að fagna þessu ef eitthvað? Já, ég hugsa að við förum í fáum okkur hádegismat morgun og hóum öllu liðinu saman. Fyrirmyndafyrirtæki og fyrirtæki ársins, þau hljóta einmitt að gera það, þau hljóta að fagna þessu með starfsfólki, það er eiginlega ekki hægt að gera neitt annað. Nei, mann stingur náttúrulega einn í rauðvín í kvöld, það er alveg á hreinu. En við verðum með morgunkaffinu í fyrramáli með all liðið og við eigum sem betur fyrir, við eigum leikhúsmiða, við ætlum að gefa öllum leikhúsmiða og við eigum svona eitthvað sittlítið að hverju til að gauka af okkar fólki sem bara til að fagna og allir fá að njóta og gera eitthvað skemmtilegt. Við ætlum að hafa hádegismat á morgun með freyðivín og öllu tilheyrandi og fagna náttúrulega bara þessum árangri. Síðan ætlum við að sjálfsögðu fagna í kvöld. Fagna með freyðivín á morgun, verður það eitthvað úr vinnu eða verk? Nei. Skiptir það einhverju máli á þessum degi? Það var gaman að tala við ykkur, þetta er auðvitað frábæra árangur og gangi ykkur vel. Takk fyrir það.